Já, komið þið sæl. Það eru reynsluboltarnir. Til mín eru komin Sigurður Þór Salvason, blaðamaður og þýðandi og eitthvað meira. Sigurður Már Jónsson, blaðamaður og ritstjóri. Og Kristín Ásgeirsdóttir, fyrrverandi þingkona. Og forstöðumaður Jafnréttisstofu hér á það fyrir. Jú, það er orðið svolítið síðan. Já. Þannig að þið hafið reynslu að baki, þannig að þetta er rétt reynslu bolta. Það er ekki sammerkt með okkur, ekkert okkar er í föstu starfi sem stendur. Við erum svona bara komið svona sem hlutlaus hópur hér að borði. Þetta er svona reynslu bolta. Fólk sem hefur svona, Við höfum marga fjörun á sopið. Það er bæði þurft að hugsa stíft og bogn í baki. En þetta er að forsendur kjarasamninga eru brotnar, Sigurður Þór Salvason. Þetta er vont mál. Þetta er bara mjög vond tíðindi en það er svo sem búið að stefna í þetta alveg síðan í vor, þannig að þetta kemur... Skellurinn er kominn. Skellurinn er kominn og nú er bara spurningin hvað verkalýðshreyfingin og ríkisstjórnir, hvað menn ætla að grípa til bragðs. Hvernig er hægt að komið vekk fyrir það að hér fari allt á hliðinni í haust í vinnudeilum og þar fram til göttunum. Því það er eitthvað sem að samfélagi þarf bara alls ekki á að halda. Nei. Sigurður Már, er þetta ekki svipað hjá þér? Jú, þetta er vonbrigði að við séum, það var að koma verðbólgumæling sem sett í morgun, 5,6 verðbólgumælings núna 5,6% og það eru svona ýmsir undirliggjandi þættir sem að ýta því upp, meðal annars leiguverð, ný mæling á leigunni sem er kannski ekki endilega hjálpa okkur akkurat á þessu augnabliki og síðan eru ákveðna kostnaðarhækkanir í opinbera, útsölur að ganga tilbaka og sömuleyti þetta er í takt við spár þeirra sem vinna við að spá hvað verðbólga verður og það er þetta vonbrigði að við séum stödd núna akkurat fyrir ári síðan. Þá vorum við bara í því ferli að verðbólga var að lækka og stýrivexti voru byrjaðir að lækka líka og menn höfðu svona talsverða væntingar að við værum bara að ná alveg þokkalegri lendingu á hagkerfinu. Og það var alveg ágætt þensla enn í kerfinu en Seðlabanki var satt farin að horfa á lækkunum og farin að feta sig inn í lækkunarferli og menn höfðu þær væntingar og ég fylgir stundum líka með hlutabréfamarkaðinu, við varum með okkar gamla félagi Jón Ingi Haukssyni, við skemmtum okkur við að vera með hluthafaspjallið og rýndum í þetta þá vikulega svona í hlaðvarpsþætti og það var svona talsvert fyrir ári síðan, þá voru bara væntingar að þetta myndi bara þokast í rétta átt, þannig að það er mikil vonbrigði við séu stödd hér og ég held því miður að ríkisstjórnin ber talsvert mikla ábyrgð á því. Sérstaklega í ljósi þess að hún hafi svona farið í gegnum kosningabaráttunni með væntingar sleggjun á lofti og annað slíkt. Að þetta hafi gerst með þessu þætti og nú, þá er þetta niðurstaðan. Og nú er það bara hvernig við tökum á þessu eins og Sigurður nafni minn er hérna að benda á. Að nú þurfa aðilar vinnumarkaðarins að koma saman og svo er þetta einhvers staðar bak við ríkisstjórnin. Og hvernig ætlum við að lenda þessu? Við vitum alveg formúlan hvernig hún er. Ef það er samið með tillit til verðbólguna og ætlum að veita launafólki það allt tilbaka. Menn hafa reynda að betta á kaupmáttur hafi á þessum tíma aukist. Þannig að þetta er ekki alveg einhlítt. En núna erum við bara í þessari stöðu að það reynir á einhvers konar þjóðarsáttar vilja eða að leiða skynsemin að borðinu, setja svona markmið og stefnu sem allir geta þá einhvern veginn sætt sig við. Það er enginn að fá allt sem hann vill og það þarf einhvern veginn og þar gerum við að horfa fram á aukið atvinnuleysi og við sjáum í sumum geirum sem eru mannaflsfrekir eins og byggingariðnaður og þar fram undir götunum. Þar er bara orðið talsvert hart í ári og svo höfum við þar ekki séð svona dálítið óvænt að það komnar uppsagnir í opinbera geiranum eins og hafa verið að birtast hér í Reykjavík. Svo ræða það eins og eftir. En Kristín, þetta er alvarlegt mál og líka sem að Sigurður segja, svo er launafólksmegin koma svo margir fórustumenn.
margir sem að mörg geta samtök. ráðið framhaldinu og ólíkar persónur. Þannig að þetta í lauslofti. Ég verð nú að segja það, ég hef ekki, ég held að það verði virkilega reynt að koma í veg fyrir átöka á vinnumarkaði. Staðan bara einfallega þannig. Og það er sérkennilegt sko að akkur leiguverð að hækka svona mikið. Það er náttúrulega, auðvitað bara, það er spurning um eftirspurn. Og það er bara svo mikið skortur á framboðshliðinni. En svo megum við ekki gleyma því að sko heimsmálin spila hérna líka inn í bara hækkun olíuverðs og það er ekki bara það sko nú fylgist ég nú töluvert með fréttum erlendis frá og til dæmis í Bretlandi sko þar voru þeir bændur með miklar áhyggjur af því að sko það er ekki að berast það sem þarf í áburð til að sko og sem þýðir líka sko mikil hækkun á áburðarverði þessi miklu brunar í Evrópu sem valda sko gríðarlegum skaða í landbúnaði, það er ekki bara skógarnir og miklir þurrkar þetta á allt eftir að hafa í för með sér mikla verðhækkanir þannig að sko þetta er ekkit auðvelt ástand að glíma við og ég svo sem veit ekki hvað finna einhverja sátta leið í þessu því að ekki síst einmitt út af ástandi heimsmála þá held ég að svona innanlands ófriður hér væri nú svona síst af öllu það sem við þurfum. Já. Og mér heyrðist það nú svona, þeir hafa nú verið að tjá sig verkalýðsforingjarnir og sem hann alltaf að segja sko þetta er brostið en við þurfum að finna leiðir. Já. En við skulum vona það. En það er líka sko svolítið svona að því sko fyrir kosningar og svo eftir kosningarnar þá var svona verið að eins og Sigurður Már nefndi áðan þá var verið að þetta með sleggjuna að berja niður vexti og verðbólgu og svo bara gerist það ekki en það var búið að lofa okkur ansi miklu. Jú, en eins og Kristín nefnir sko þá hefur ástandið á alþjóðavettvangi gjörbreyst sko frá því að kosið var hérna síðast. Og það hefur auðvitað haft mikil áhrif á verðbólguna til dæmis með því að það hækka allar vörur erlendis frá. Allskis óáran í Evrópu líka og í Bandaríkjunum. Þannig að þegar þetta kemur allt saman sko, þá er ekki hægt fyrir einhvern íslenska stjórnmálamann að segja bara ég ætla að ná þessu niður af því að hann hefur ekki stjórn á öllum atriðum málsins. En einhverjum hefur verið að hækka komugjöld og fleira. Jú, og svo hafa menn líka verið að hækka ykkur gjöld hérna innanlands og það er bara alls ekki gott. Nei. Þannig að það er ekki alveg saklaus. Nei, þeir eru alls ekki, ég er ekki að segja það sko, alls ekki. Og ekki sveitarstjórnirnar heldur. Nei. Nei, ég held að sko þetta ferli eins og ég var að segja áðan sko að akkurat fyrir ári síðan þá var talsveit önnur stemming gagnvart verðbólgu og stýrivöxtum og þetta ferli sko þegar maður horfir svona, það er auðvitað alltaf gott að vera vitur eftir á, svona þegar maður horfir tilbaka að hérna þá finnst manni eins og að það hafi verið gerð ákveðin mistök að það hafi ekki sko verið hort að missa það aftur á stað þetta verðbólgu og stýrivaxta ferli sem þetta fara í stað sem fara úr lækkunarferli stýrivaxta þá séum við komin í hækkunarferli og það var finnst eins og þar hafi hagstjórnin að sko talsöluleyti brugðist. Ég ætla ekki að gera lítið úr alls konar áhrifaþáttum erlendis frá og það er það sem stjórnvöld glíma við hér koma bara alls konar atriði, ég meina við getum nefnt COVID fyrir 5 eða 6 árum sko og þegar við vorum að fara upp úr COVID þá kemur Grindavík og það er alls konar hluti sem þarf að fást við. En sko eiga síðu, það er hlutverk stjórnvalda og hverju sinni að vera svona lykil atriði í hagstjórn í landinu. Það er það sem væntanlega við ætlumst til og að mínu dómi þá vonbrigði hvernig til hefur tekist því miður. Já, en það er búið að lofa okkur hallalausum fjárlögum sem er verið að smíða núna. Já, og það hlýtur að taka í. Hvernig við ná því, það er ekki með ljós. Já, og kannski er sú stefna líka einhvers konar orsakaþáttur í þessu. Já. Sko, fyrir ekki sko, eins og með fjárlögin, þau velta náttúrulega talsveit mikið sko ákomi fjárlög á hagvexti, sko, skatttekjur
eru mjög margar tengdar hvernig hagvöxturinn eins og virðisauka skatturinn og annað slíkt. Og ég veit ekki hvað væntingar má hafa hagvöxtur stendur. Sumt ágætur róli í íslensku hagkerfi. Við sjáum að sjávarútvegurinn að fá gott verð fyrir afurðir sínar erlendis. Mjög gott verð. Og við höfum fengið svona alveg þokkalegar vertíðir og það hefur gengið bara þokkalega. Orkuverð hefur verið að hækka mikið. Það Norðurál fór aftur í gang hérna núna í júní og það er hátt verð á álið sem mun skila sér þá í auknum tekjum og kemur þannig að útflutningsgreinar að standa sig þokkalega og síðan aðal svona gjaldeyrisskapandi greinin okkar sem ferðamannaþjónustan, hún heldur ágætlega sjó að því manni virðist, það svona virðist vera menn vilja meira og margir eru búin að fjárfesta mikið í alls konar ferðaþjónustu verkefnum og sumir munu örugglega ekki fá tilbaka þann pening allavega strax. Maður sér þar fjárfestingar sem maður sér að munu valla skila. Þannig að við getum hort á ýmsa hagræna þætti í hagkerfinu núna sem bara standa sig ágætlega. Þannig að við getum verið bjartsýn hvað það varðar. Íslenska hagkerfi stendur sér alveg þokkalega. En svo höfum við þessa afleitu markaði sem eru kannski byggingamarkaðurinn sem sérstaklega húsbyggingamarkaðurinn. Það reyndar enn talsvert að ýmsum öðrum verkefnum og kannski virkjanaverkefnum og annað slíkt sem eru að fara í gang. En hagkerfið þó ég ekki sérlega bjartsýnn á að því ég tók þetta upp í framhaldinu hvernig fjárlögin væru að hvernig þau ætla að loka þessum fjárlagakatti það bara 2 leiðir það er niðurskurður eða þá skattahækkanir. Það spennandi að sjá. Það verður spennandi. Ég veit ekki hvað skattahækkanir getur verið í pípunum, ég átta mig ekki á því. Nei. Herri, en svo þetta við förum yfir í heitamálið að þá þessar uppsagnir hjá Reykjavíkurborg það mælast eðlilega illa fyrir og það þegar byrjað að útvista og svo finnst mér líka að reynda að tala Vitatorgið. Mér finnst alveg brjálæðislegt að það að vera að segja okkur það að það kosti 500 milljónir að endurnýja eldhúsið þar. Það bara dýrast einbýlishús á Íslandi. Eitt eldhús. Þannig að það eitthvað svona, mér finnst þetta eitthvað svona... Það þarf að fara ofar í þetta. Það þarf að eitthvað kafa ofan í þetta. Það var náttúrulega þessi nýju meirihluti búin að boða svo sem ýmislegt. Listi þannig upp á 100 atriði sem átt að taka á. En þetta einhvern veginn, þetta virkar svona handahófskennt og borgarstjórinn segir að það sé verða að taka á yfirbyggingunni og byrjaði í ráðhúsinu en maður þarf náttúrulega að sjá hvernig þetta virkar í raun. Eðlilega eru mjög hörð viðbrögð við þessu og fólki náttúrulega snar bregður og þetta þjónusta við börn og ungmenni. Innflytjendur. Já, verða að leggja niður eða bara alla þjónustu í kringum innflytjendur. Vísa því bara til ríkisins. Þannig að það byrja algjörlega neðanfrá. Já, það að hluta til allavega. Það er alltaf bara mjög slæmt þegar fólk missi vinnuna. Já, það er mikið áfall. Það er mikið áfall fyrir þetta fólk og bara fjölskyldu þeirra á alla. En það kemur manni á óvart þegar að kjörnin fulltrúa halda því fram að þannig verið að segja upp eitthvað 60 mann svona í raun. Einhverju 30 sem fá vinnu aftur eitthvað annar staðar. Reyndar skils mér að það sé á lægri launum en ég veit svo ekki nákvæmlega hvernig það liggur. En að segja það sem sagt í raun og veru að þessar 60 manneskjur það mun ekki skerða neina þjónustu hjá borginni. Já, það er sérkennilegt. Og þá bara verið að segja mann það að þessar manneskjur þær voru ekki að gera neitt í raun og veru. Það var ekkert gagn að þeim. Það lítur að vera meiningin bak við. Já, og manni finnst það nú bara mjög hastalegt bara fyrir þetta fólk og aðra að fá það bara sér svona framan í sig að þú ert búin að vera hérna í vinnu í öll þess ára en þú hefur ekki gert neitt í raun og veru. Þú ert bara, það má alveg henda þér út og það sést ekki neitt.
breyting á neinu. Þetta er til sem er skólaliðana, en svo byrjaði út í sig eitthvað. Það er byrjað að endur á eitthvað sem fólki bara auður vinnuvitunda. Til að fá lægri laun. Á lægri launum. Vafalaust. Nei, þetta lítur ekki vel út, en... Nei, alls ekki. Alls ekki. Og þau bóða meira, ekki hvað segir mörgum. Jú, það eru fleiri svið þarna eftir sem á eftir að taka til á. Sko, það má vel vera að og ábyggilega veitir ekki af að taka til hér og þar, sko, en það er ekki sama, heldur, hvernig það er gert og hvar það er. Hverjir hérna verða fyrir barðinu á þessu og hvaða þjónusta, hvað þetta þýðir fyrir þjónustun og ekki síst það sem að viðkvæmir hópar eiga í hlut. Já. Og svo finnst manni svolítið sækjænlegt sko að hérna Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið á móti miðstýringu og þarna sem sagt verið núna að taka verkefni sem voru út í hverfunum og verið að flytja þau inn í miðstýrt apparatinn í Borgartúnið. Þannig að það einhvern veginn finnst mér ekki bara að hljóða þetta er fyrst og fremst niðurskurður. Þetta er bara fyrst og fremst niðurskurður. Já, það er bara hvar er byrjað og hvar er hérna, hvar er fítan. Hvar fítan liggur, sko. Já, fyrir ekki að hérna, ég var að hella niður vatni hérna, klaufaskapur í mér. Já, en hérna... Þetta er nú bara vatn. Já, sem betur verið. Það var að koma aftur glærur út úr hljóðnámanum vel, þá er við vondumálum. Já. Við sitjum þangað til. Já. En sko, það er kannski svona tvennt sem að maður horfir til varðandi þetta að hérna, það er kannski sko, þetta er í hagræðingar aðgerðir hjá henni opinbera og uppsagnir, það eru uppsagnir mjög víða í þjóðfélaginu núna, tímalaust og það er spurning, sko, hagræðingar aðgerðir hjá henni opinbera fá alltaf talsvert mikla athygli og það er vegna þess að þar er, sko, það er ekki viðskiptavinnu, það eru skjólstæðingar, þannig er umræðan. Ég þekki ekki, sko, ef maður segir sem svo að þessi sem að stýra núna borgina hafa fært ýmis rök fyrir því að þau telja að þurfi virkilega að ráðast í aðgerðir til þess að lækka kostnað og hérna meðal annars vegna skuldastöðu Reykjavíkurborgar og skattstofnar eru svona mestuleyti í botni finnst manni og svo má alltaf deilum ráðstöfun fjármuna á hverjum tíma og síðan sko heil spurning kannski hvernig að þessu staðið. Sko, ég hef einu sinni verið rekinn á ævinni hérna, og það var bara, gjörðu svo vel, farðu. Þannig var það, sko, og ég var ekkert ánægður og fannst þetta bara frekar ósanngjarnt, sko, og þarfættugötur og svo bara var maður í fílu í einhvern tíma og svo reyndi maður bara finna sér eitthvað annað að gera eða finna og bregðast þannig við til þess að þetta hefði ekki sko eitthvað niðurdrepandi áhrif á líf mitt eða annar í kringum mig þetta atvik. En auðvitað er það erfitt að vera sagt upp og sérstaklega kannski þegar fólk er komið á svona virðulegri aldur þá er það mjög erfitt, það er kannski búið að investera feril á einhverjum tilteknu stað og hefur lagt ýmislegt á sig kannski á fyrri tíma og finnst það kannski ekki fá uppskorið þegar þar að kemur. Þannig að sko var þetta gert með sanngjarnum eða eðlilegum hætti, ég skal ekki segja það er alltaf svolítið erfitt þegar þú kannski farið fjölmiðla myndinni gegnum sko stéttafélagi sko talsmaður samin, hvað heitir það, Sameiki fyrirgeðu sem er mjög mikið í fréttum allt í einu, bara orðið frægast sem náttúrulega talsmaður kannski. Já, ég meina hann er og harður talsmaður þess og stundum finnst maður mættir kannski líka beina þá stundum gaggrínum spurningum að honum ef því að dreifa en sem sagt, eins og segi, það þessi tveir þættir annars vegar sparnaður, bregðast við fjármálastöðu, finna lausnir því þetta kitt þannig að ná til millistjórnenda og stjórnenda þú sagðir með þjónustu, ég þekki ekki öll þau verk sem þannig er unni en að því að það snýra skjólstæðingum og þetta er það mikið af þessu fólki sem þarf að sinna mjög mikið sem er bara orðið hluti af kannski að vanda líka hérna umbyrða. Það er fólk sem að þarf mjög mikið að vera að sinna allan daginn. Og meðal annars hælisleitundum flóttafólki sem að hefur kannski bara litlar bjargir og þá kannski bara mjög mikið af fólki að sinna því dagana langa.
og það bara kostnaðarsamt ferli. Ég þekki það ekki í smáatriðum, en við vitum að það sérstaklega ef fólk sko hefur kannski ekki félagsauð hér innanlands og þarf alltaf að sækja til opinbera starfsmanna, bara nánast hver einustu smá viðvik. Sumar stofnanir bregðast við því með að setja bara upp lokunarkerfi. Ég sá að í ykkur tilviki var þetta rætt að þetta var nú eitthvað viðkvæm þjónusta sem væru neyðarhappar og útgöngu. Sko þá spyrir maður hvað þjónustu var verið að veita undir slíkum kringustæðum og hvar eru við þá stödd, sko, ég meina, jú, það fólk sem að sækir bara allt sitt lifibrauð inn í að fá slíka þjónustu. Það breytist ekkert. Nei, ég veit það ekki. Ég meina, en ekki hugmyndir alltaf að það breytist? Nei, ég meina eins og til dæmis með... Hælisleitendum hefur fækkað og þú meður komu þeir að hinga til... Já, það er lendi að fækka þeim sem að þurfa á... Það fjölgar samt sem eru þetta. Þeir eru hérna og þú leysir ekki þann vanda með því bara að reka starfsmennina sem að sá þá. Ég átta mig á því, en ég er að velta því samt fyrir þessu kerfi, vegna þess að stundum við líka að velta hvað kostar. Og svo sér maður að það bara heilu stofnanirnar sem að fást við þetta. Reykjavíkurborg var með samning við ríkið varðandi hælisleitendur sko hér og þeir eru að segja upp þessum samningi og þar með þeim sem að unnu samkvæmt þessum samningi. Þetta eitt af því sem verið að gera. Og ég skil það þannig það sé bara verið að ýta vandanum sko, til ríkisins aftur. Sömuleit, sko, sömur þessi samlingu, ég fylgdist náttúrulega til dæmis eins og hvað gerðist upp í Borgarbyggð með fólki sem var á Bifröst að þetta var allt í gríðalegu kostnaði fyrir sveitafélagið vegna þess að það var þetta alveg fyrir þessu fólki og það var ekkert spurt að þessu hvað? Sveitafélagið það í raun og píluti satt uppi með það vegna þess að það einhver samningur út og þá það ég meina bara eins og ég segi nú ekki, þetta er ekki svona grákásar ákvæðum að þú ber ábyrgð á þínum ættingum og skildmennum sko, en þú ber samt ábyrgð, það er einhver sem reynir að bera ábyrgð á fólkinu á tilteknum tíma og tilteknum stað og kannski maður sjá í þessu sko ég segi, við hefum kannski ekki fengið sérstaklega nánar útlistanir á hvað þetta fólk var að gera hvað var nákvæmlega verið að gera þarna en samt það spurningar, við myndum hringja og spyrja ef við værum blaðamenn að sömuleyti það rétt. Þetta var spurningum samgöngur, það eru engar reglulega samgöngur þarna upp á Bifröst. Þetta var spurningum hvað væri hægt að gera fyrir börnin og unglingana og við mögum ekki gleyma því að Íslendingar buðu velkomna bæði fólk frá Venezuela á sínum tíma og náttúrulega Úkraínu og þegar það er gert að þá verður auðvitað að sinna þjónustunni við fólkið. Ég held að þetta hafi nú bara verið vanhugsað. Það er alltaf verið að reyna að bjarga við. Hvar er húsnæði? Hvar getur við komið fólki fyrir? Og það er þarna fullt af auðum húsum á Bifröst. En svo vantar allt allt í kring. Já, ég meina, það var auðvitað börn sem þarf að sinna en að koma inn í skóla og annað slíkt og svo var líka fullt af öldruðu fólki sem að í raun og veru hvað framfærslu hefur það þegar það getur ekki unnið og kemur til Íslands og hefur raun og veru enga lífeyrissjóði eða neina. Ég meina, hver ber þá framfærslu skyldu á þessu fólki og sumt að þessu fólki var kannski á þessu virðulega aldri sem við þekkjum sko, að var ekki komið á rétt til lífeyrisgreiðslu eða annað. Mjög mikið af konum sko, því að kallarnir fengu ekki að fara upp að vissum aldrei frá Úkraínu. En vandinn kannski líka sá að þegar við fórum að taka á móti þessu fólki frá Úkraínu og Venezuela, þá kom það nokkuð bratt upp á. Það var engin stór aðdragandi að því að menn ákvaða að opna. Þannig að við höfðum ekki undibúið okkur á neitt hátt fyrir að taka á móti öllu þessum fjölda af fólki. Þannig að allur svona infrastruktúrin okkar og hann var ekki viðbúinn. Og þá mjög hættið því að þetta fari í eitthvað svona vitleysu því að þá menn að redda hlutunum hér og þar bara tímabundið en það vantar allar svona heildarstýringu. Ef að skipti yfir í stóra málið. Mér fannst þetta nú nokkuð stórt mál. Það er stærsta málið. Þessa dagana. Ég ætla að uppljóstra með það að við erum í upptöku áður en að útifundurinn á Austurvelli hefst.
Þannig að hann ekki sem sagt. Þannig að þú ert að kynna þennan fund sem það Austurvelli klukkan. það er aðri fundir. Já, nei, mér finnst þetta bara, þetta í dag, já, var reyndar hérna á bíla mjög vel hefnaða fundur í Já, það er líka í dag. Já, í Tónabíó. Já, fundur í Tónabíó, milli 5 og 8 held ég. Það er einhvers konar úti hátíð væntanlega. Austurbæðarbíó þá reyðast upp líka þegar Gvendur Jaki var hann einn á sviðinu og kallarnir í bekkjunum alveg kólbrjálar út. Já, æsum dagsbrunnar líðin. Hann kom öllum glöðum út. En þetta var hérna mikið sjó hann í gær. Þegar Kristrún var hann að tala við tróðfullt hús af fólki. En svo á eftir. Það var svolítið skemmtileg uppsetning á þessum fundi. Að því að þetta hvað þetta hlustunafundir, það ekki? Og maður sá fyrstu fundina, þá var svona út á landi, voru ekkert mjög margir í salnum og hún satt sko svona á stól niður í salnum. Ekki svona uppi eins og Ólafur Ragnar myndi nú örugglega gera sko. Heldur satt hún svona niður í salnum sko og það var ekkert mjög margir. En svo á þessum fundi í gær, þá var náttúrulega komið svona meiriháttar rockstemming í þetta og hann myndi mig svolítið á svona þessa bandarísku fundi vegna þess að það var sko bekkir af fólki fyrir aftan hana sem klappaði svo bara hjá Trump. Það er alltaf fólk sko sem klappar svona. Það verður að nýta plásið. Nei, þetta er náttúrulega flokkshestarnir sem eru þarna hafðir fyrir aftan. Það held ég ekki. Þetta var allra... Fyrirgeðu kaldhæðir. Já. En hún hérna fekk gott hljóðana. Má ég í fyrsta lagi hérna, sko það var ég að segja að það er mjög svona ánægjulegt sko hvað umræðin er mikil og hvað þáttakan í umræðinu er mikil. Tek undir það, Kristín. Já, það eru sko bara hinir og þessir sko Jón og Gunna og bara sem eru að skrifa bæði í blöðin og eins og náttúrulega mjög mikið á samfélagsmiðlum. Og þetta finnst mér bara ofboðslega ánægjulegt. En svo er náttúrulega allt mögulegt sem fólk er að segja og fullyrða sem er nú kannski svona misjafnlega rétt. Og ég skrifaði nú pistil það á hérna vegginn hjá mér að mér hefur fundist umræðan sko vera þröng. Þú veist, þetta er sko verðbólgan og vextirnir, evran og hagsmunir, já, náttúrulega sjávarútvegur og landbúnaður, en sko mín skoðun er svo að sko við þurfum að hugsa lengra, við þurfum að horfa til framtíðar og sko það mál sem að sko skiptir langsamlega mestu fyrir, bara ekki fyrir okkur, heldur fyrir heiminn allan, það eru umhverfismálin. Því að þau, sko, ég meina það bara getur, ef að hlýnun sjávar heldur áfram, hvert fer fiskurinn? Drefst hann eða fer hann undir ísinn á norðurpólnum eða ef eitthvað verður eftir á honum og nú ef að golfstraumurinn fer að, og þetta er að gerast svo hratt, það er að hlýna svo hratt og ég var að fylgjast með fréttum bæði BBC og í danska sjónvarpinu að það eru svo miklar áhyggjur út af þessum El Niño sem þetta veður fyrirbærið þarna í Kyrrahafinu sem hefur áhrif allan heim og þeirra spáði að verði sterkara en nokkuð sinni fyrr með öllum þeim áhrifum sem það hefur á sko storma og flóð og bara allt þetta sem að yfir okkur dynur og að þessir hitar, þessi þurrkar, þessi brunar og eitt sko sem að í samtöðu við landbúnaðinn sko, hugsa ykkur hver alltaf kostnaðurinn sé í, sko, þetta er Spánn, þetta er Portúgal, þetta er Frakkland, með sé Belgía og þarna við heyrum bara minna frá Króatíu og Montenegro og þarna það sem eru sko líka brunar. Þetta er gríðarlegur skaði sem að sko landbúnaðurinn er að hafa með náttúrulega verðhækkunum og ég held að þetta geti sko verið tækifæri fyrir íslenskan landbúnað og fyrir okkar framleiðslu sem er náttúrulega gríðarlega mikilvæg og matvælaöryggi í þessum sko viðsjálfverða heimi er alveg feiknarlega mikilvægt. Sko ég geti haldið svona áfram sko að það eru bara að gerast sko hlutir fyrir utan stríðsbröltið og þessa kolvittlausu kalla austanhafs og vestan sem að sko
ég var að sjá, fekk frétt í morgun frá New York Times að hann varnarmála ráðherrann Hagseth, hann að setja herinn á annan endan með uppsögnum, hann að reka þarna herfóringjana vinstri hægri. Sko, þetta bara, hvað eiginlega, að gerast. Já, koma í öðrum þannig að mín niðurstaða svo, við þurfum að horfa til framtíðar, við þurfum að leita okkur bandamanna, sko, þar sem þeirra helst að leita og það í Evrópusambandinu. Þarna kom hvað þú ætlar að gera. Já. Já, en þetta búið að vera svona mikil átök með þjóðarinnar. Og með þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það verði ekki eins og þetta færi fjölskyldubóð. En ég spila svolítið golf og þar er þetta aldrei rætt. Aldrei nokkuð tíma. Það voru að vera að róa golfvellinu, Sigurjón. Já, ég segi það. Það er ýmislegt rætt sko í golfinu. En þetta er bara aldrei. Það er ekki óviðkvæmt þá? Jú, einmitt það. Gæti bara, einmitt. Það bara gera sér allir grein fyrir því. Já. Fólk ekki að fara í golf til að fara að rífast. Sko. Nei, alls ekki það. Nei, það á að vera afslöpuð, sko. Já. Ég kannast reyndar ekki bara við það í fjölskylduboðum eða það sem að fjölskyldu koma saman. Að þetta sé að kljúfa fólk einhvern veginn í herðar niður eða það er eitthvað þaðan að vera. Nei. Ég held að fólk almennt geta alveg rætt þessi mála skynsemi og ef menn eru ósammála þá bara so be it, þá eru menn bara ósammála öðrum að vera meðra skoðum að sjálfur. Og þetta er einhvern veginn þannig fylkingar að það er ekki tækt að sannfæra hina, það er máli. Þú bara getur ekki sannfært neitt mann sem er búinn að taka ákvörðun á annarkvort vegi. Já, ég sá til þess eins og þetta að því að sko í seinnipartinn þá var þessi fundur á Austurvelli og það kallaði Katrínu Júlíusdóttur Jakobsdóttur til að tala og ég sagði hverjum getur hún snúið? Já. Getur hún eitthvað eða kannski gæti segja að stuðningsmenn neysins fari ekki annað sko, eitthvað svoleiðis en ég get ekki séð að sé hægt að hafa mikið meir áhrif á kjósendur heldur hún komið Nei, manni sýnist sko að allar svona marktaka skoðanakannanir að undanförnum þær benda út fyrir til þess að þetta verði bara mjög mjótt á mununum öðru hvoru megin, maður veit ekki 51, 49, 52, 48 einhvers staðar á þar á milli og þetta virðist bara vera búið að setjast nokkuð fast. Þannig ég held að niðurstaða ræðst kannski fyrst og fremst bara af kjörsókn. Það geti verið, já. Hverjir mæta á kjörstað, reyndar hafa sem sagt aldurshóparnir sýnt sig að vera bara mjög líka mismunandi, það er ekki endilega ungt fólk sé meira jámegin heldur en neymegin og eldra fólki er líka skipt, þannig að það dýr ekki bara smala gamlingum á kjörstað, sko, eins og oft hefur verið gert. En auðvitað á að hvetja sem allra flesta til þess að mæta kjörstað. Þetta er bara mjög mikilvæg kosning sem við erum að fara að taka þátt í og menn bara verða að taka afstöðu og það er hvað komin í ykkur 8% sem eru ennþá óviss eða... Þar náttúrulega atkvæðið að leita. Jú, en tölfræðin segir okkur það að þessi hópu skiptist bara á sama hátt og hina hjörðin, sko. En Sigurður Már, hvernig lýst þetta? Já, sko, ég tek nú undir mig Kristínu að sko það er búið að vera margt, sko, alls ekki alvond umræða, sko, og margt bara skrifa sem að gefa fólki tækifæri til þess að setja sig ágætlega inn í málin og auðvitað flýtur annað með líka og svo er þetta kannski þetta er svo skýr, þetta er ekki svo í sko, kosningu fyrir alþingis eða sveitastjórn, það sem margir flokkar að bítast til og frá, heldur er þetta bara það já og það er nei og það er svona bara alveg skýr skil á milli sem að býr held ég til meiri spennu það hefur verið reyndir Skotar kittust þessu þegar voru, ég var í Skotlandi núna í vor og var svona aðeins að leika mér að setja inn í máli þar þeir kittust þessu sko þegar þeir kusu hvort ég vildu ganga út úr Brexit? Nei, út úr Breta. Og þetta var svolítið, og það var svo skora flækjur í þeirri umræðu sko vegna þess að leið voru þeir svolítið pró-Evrópusamband sem skýrðist meðal annars því þeir vildu kannski fara frá Bretum margir
en svo enda á því að þeir kusu að vera áfram með Bretum og fara svo með þeim út úr Brexit, sko, sem að kannski svolítið svona tvist á tilveruna hjá þeim. En mín skoðun reyndar eftir að vera í Skotlandi, þeir ættu bara að reyna að vera sjálfstæðir, þeir hafa 5 milljónum manna þjóð með alveg gríðarlega möguleika að mínum dómi og flott þjóðfélag. En sko, ég var að lesa bara grein eftir Sigríði Þorgeirsdóttur, prófessor í heimspeki í Morgunblaðinu morgun, sem var bara mjög góð grein og svona velta fyrir sér, sko, ég teka fram, hún segist að fari frá því að vera styðja inngöngu í að vera andsnúðin því og fariði svona ýmislega áhugaverð rök fyrir því að því mér fannst. Og þetta kannski svolítið, sko, hvernig maður lítur á hvað það sem við erum að fást við, sko, í aðdraganda þessar ákvörðunar. Í ljósi þess að kannski flesti séu búin að gera upp hugsin, hvað sem þá getur maður kannski bara leitt sér að tala svolítið frjálslega, sko. Að það sko, þá átt að meta svona stöðu Íslands í tilverunni í dag og stöðu Evrópusambandsins í tilverunni og er það betra fyrir okkur að samtvinna framtíð okkar með Evrópusambandinu í ljósi þess hvernig hlutinir eru í dag. Mín skoðun er að svo sé ekki að horfandi á báða þessa þætti, stöðu Íslands og þau tækifæri sem ég til að Ísland hafi og síðan svona Evrópu, sko ég tenga fram að ég fer eiginlega alltaf í frí til Evrópu og ég heimsækja aðalega Ítalíu og Portúgal einhverjum hlutum vegna í seinni tíð en ég er alltaf að heimsækja hinn einstöku lönd, ég er ekki heimsækja Evrópusambandið en þau hafa ákveðið að fara í þetta sameiginlega ferli og mér finnst eins og sko bara ég líti á Evrópusambandið að sko við þekkjum sögu þess hvað var til þess að var til og svo hefur við gengið í gegnum sko þróunarferli sem hefur búið til þessa stofnana umgjörð sem orðin mjög sterk í dag og við höfum svona aðkoma í gegnum EES-samningin sem hefur mótað mjög íslenskt regluverk í seinni tíð og allt gott það að segja, við vitum ekki hvernig hlutir eru orðið ef við hefum ekki verið að fást við það með þessum hætti, þá hefur við orðið að bregðast við með öðrum hætti, ég segi það svipað eins og með fiskveiðistjórnarkerfið, ef við höfum ekki tekið upp, þá hefur við orðið að bregðast við því með einhverjum öðrum hætti. En sko, í ljósi þess að þá finnst manni að sko, mér finnst að Evrópusambandið, sko, ef ég bara horfa á að það þurfi kannski að sko útskýra, maður þurfi svona að fá meiri innsýn í hvað það sem það ætlar að ná fram í sínu, sko, þetta náttúrulega kannski svolítið eðli sínu tollabandalag, struktúrinn, en svo búið að setja svona mikið stjórnsýslu og skipulag ofan á þetta. Þannig að við erum að fara með okkar löggjöf, dómsvald og framkvæmdavald inn í þetta fyrirbæri og þurfum að læra þá að taka þátt í því með þeim hætti. Og mér finnst eins og að sko Evrópusambandið það sé mjög margt óvist í þeirra tilveru í dag. Þeir eru náttúrulega í þessu glugga að reyna að taka inn Balkanlöndin. Þar eru Svartfjallaland næst á lista og síðan eru þar 6-7 önnur lönd sem eru mannaðum ekki alveg nákvæmlega. Í Albaníu ansi langt í land með sko og þar náttúrulega kannski vandinn að bara fást við sko innviða sko struktúr þeirra í dóms- og réttakerfi til dæmis sko. Þannig að sko þessi lönd hafa sko ég held að þau gagnist þeim að mörguleiti að fara inn í ef þau fá aðstoð við að gera þessa hluti. Geti gert það kannski með einhverjum öðrum hætti, ég veit það ekki. En ekki það við getum farið sko þarna inn og verið leiðandi í einhverjum þáttum? Við erum ekki að fara að vera leiðandi. Nei, í hópi þeirra. Við erum bara sko, ég ætla ekki að tala það niður, en við erum bara smá peð í öllu til. Íslendingar er ekki að fara inn til þess að gera einhverja hluti, við erum bara að fara inn til þess að sjálfsögðu erum við að fara inn til þess að hafa einhverja rödd, við ætlum ekki bara að sitja hérna þegjandi. Nei, og í sjávarútvegsmálum, þar erum við klárlega bara stærstir í Evrópu. Já, í Evrópu, og það er bara eins og Guðmundur í Brim sagði sko að Brim eitt og sér hefur meiri afla heldur en Þýskaland allt. Sko, já, við vitum að Samherji er mjög stór. Og svo eiga þessi fyrirtæki meira og minna fyrirtæki hann í Evrópu. Mjög stóri. Sko, við erum stærsta sjávarútvegs þjóðin í Evrópu. Kjarninn í því er að það er svo miklir staðbundnir hagsmunir
bæði í hinum einstökulöndi, sérstaklega á Spáni og Írlandi, Írar eru til dæmis, við vitum það eru óanægja í þeirra sjávarútvegi hvernig málin að þróast. Þannig að ég vil þó að í heildarumfanginu þá myndi bara einhver segja hvað, og menn eru það fljótt þreyttir á að vera að rífast sjávarútveg á einhverju skala innan Evrópusambands, vegna þess að hann vigtar ekkert svo stortar. Þannig að það samt þessi sterku staðbundnu hagsmuni sem þarf alltaf að fást við. Og fyrir utan það að við náttúrulega förum undir, eins og ég sagði, Evrópudómstólurinn sem er mjög samæfingar tæki og þar yrðu allar aðgerðir og reglur eru lagðar þar fyrir sem eru þá bara skrútinerað í ljósi Evrópulöggjafarinnar. Þannig að við getum verið í vandræðum með ef við höldum að við séum með einhverja sérstakar undanþágur eða annað slíkt. Evrópudómstólinn hann mallar þetta svolítið inn að lokum hvað það var. Þetta vitum við ekki, fyrir víst. Þetta svona getgátur hvernig þetta verður. Það er ekki rétt, Sigurður. Við vitum alveg hvernig Evrópusambandið starfar. Það er ekki hægt að segja. Og segjum fyrir ekki við erum til dæmis núna búin að vera í þetta tímabil að ræða þetta og ýmsar upplýsingar komið á borð og síðan já til að sjá slagurinn sem mér finnst snjallt. Sem að ég finna mörgum finnst eins og þau geti fresta þá þeirri umræðu að ræðum hvernig Evrópusambandið sé. Ég hlusta á Ólaf Hauksson á Bylgjunni í morgun og hann sagði alltaf við verðum bara að fá að sjá hvað er í boði. Ok, þá ef jái verður ofan á til að sjá þá erum við að fara í 1,5 til 3 ára leiðangur til þess að fara í að fá einhvern samningu upp á borði. Menn eru búin að segja, við ætlum að taka frá því síðast, við ætlum að taka erfiðu kaflana núna, fyrst. Hvað þýðir það og hvernig verður það gert þá? Verður sjávarútveginn og verður það bara allt í þá heldur þessi áfram umræða sem við erum að fást við hér dagstaglega að ræðum Evrópusambandið og þessi hvað er í gangi það. Kemur þá sjávarútvegskaflinn allt í inn í daglega umræðu? Þetta er það sem við vitum ekki, Já, nei, við vitum ekki. Þetta er getgátur, Við getum ekki séð fram í tíma. Nei, við vitum hvað ferli felur í sér samt. Við vitum það til dæmis að þegar samningurinn þennan samning þarf að bera undir atkvæði aftur, við vitum það og við vitum það að það þarf að breyta stjórnarskráni til þess að geta samþykkta og við vitum það að það þarf að 2 þing að kjósa breytingu á þessari stjórnarskrá við vitum það allt saman þannig að allt þetta ferli við vitum ferli en við vitum ekki niðurstöðuna. Herru, Kristín vil koma það. Já, mér finnst það svo gleymað svo oft í þessari umræðu að við erum búin að taka upp hvaða 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Við erum búin að framselja mikið löggjöfvald. Reyndar ekki, það er náttúrulega EFTA-dómstóllinn og við erum, svo er náttúrulega öll hinappa röddin sem við erum aðilar aðeins, bara mannréttindadómstóllinn sem er náttúrulega bara nær svona til heimsins. Hann er ekki hluti af þessari umræðu. Ég veit það. Ég bara segja, við erum bara búin að framselja vald, svo víða. Og við fáum sæti í framkvæmdastjórninni, við fáum þetta nokkra þingmenn og það er nú hægt að beita sér ef maður virkilega reynir og við náttúrulega, það er kannski ekki, það er nú ekki stærstu málun, en við erum leiðandi til dæmis í jafnréttismálum. Það er bara stöðugur straumur hingað. Ég er að fara að tala núna í fljótlega eftir 2 vikur við blaðamenn frá Kóreu, Suður Kóreu. Sem er að koma til þess að er að kynna sér og það er búið að vera hér heimsóknir frá Japan og bara nefnið það og náttúrulega við erum ekki fremst í heimi í jafnréttismál, við erum fremst í heimi og það þar erum við leiðandi og það leita til okkar og við getum haft áhrif í Evrópu og í ýmsum, ég nefndir á umhverfismálum, við þurfum náttúrulega að beita okkur alveg rosalega í umhverfismálum því það er bara upp á líf og dauða fyrir framtíð þessa lands sem minnum á það ég glemdi nú áðan að nefna að okkar að mínum dómi dýrmætasta auðlind er vatnið því að það er nú þegar barist vatnið það er önnur saga og ég sem helti niður vatnið þetta er bara ekki þannig að það eru þetta er mikið að Evrópusambandinu það er ekki nokkuð vafi og það er
og þeir eru heldur betur, það er náttúrulega ný stjórn í Pólandi og ný stjórn í Ungverjalandi, það var nú aldeilis sem að Evrópusambandi sko, stóð í ströggli við þessar ríkisstjórnir, þar sem að öfl ná völdum sem að eru bara á allt annari bylgjulengd. En kosin í þýðkostningu í þessu landi? Já. Og það getur hvað getur gerst í Þýskalandi menn það getur allt gerst. En þetta bara það sem við þurfum að vega og meta. En minnir þetta einhvern veginn á umræðuna fyrir EES-samningið? Já. Ég menn þar var til dæmis mjög mikil umræðu valdaframsal og það voru fengnir sko lærðustu sko lögfræðingar til að gera álitsgerðir það hvort það þyrfti þá að breyta stjórnarskráni. Niðurstaðan var að þess þyrfti ekki. En það var alveg ljóst að þá var verið að framselja sko mikið vald án þess að hafa nokkur áhrif á það innihald þess sem að við svo þurfum að samþykja. Það er auðvitað verið að reyna að koma fram sjónarmiðum. Sko, Evrópusambandið var talsvert öðruvísi á þeim tíma. Já, stækkar mikið. Við vorum í raun og veru að ganga inn í ákveðið samstarf á þeim forsendum, á þeim tíma. Það eru mikla breytingar í heiminum og það er ekki bara... Til dæmis með atvinnurekendur í Noregi, þeir vilja ólmir fara inn í Evrópusambandið, en þjóðin ekki með þeim reyndar ekki ennþá. En það er þessi umræða mjög alvarleg, sko. Og þar eru menn og EES-samningurinn sé bara... Þeir eru bara að mikla ágjör af því að EES-samningurinn haldi til lengdar. Og eins og hefur komið fram að þá eru norðmennir að borga 95% af kostnaði við EES-samningin. Við erum bara farþegar og lifum á sníkjunni sko hjá norðmannum og þeir eru hundóanaði með þetta og hérna hvenær kemur að því að þeir segja bara hingað og ekki lengra. Þannig að við þurfum líka held ég bara að hugsa út í þetta. Er EES-samningurinn eitthvað sem við getum treyst á bara ókvæðna framtíð? Ég held ekki. Það er svona 3 hjólundi bílnum í EES-samningnum. Já. Ég bara ekki náði sko, hvað það er sem að norðmenn telja sko að virki ekki. Þeir að reka sig á einhverjar... Já, það var ekki atkvæðagreiðsla fyrir stutti í þinginu Jú, það var aftur og það var rækilega fest. Það er ekki þingli meiri hluti fyrir þessu og ríkisstjórn það er kannski eina fólki sem heyrist ekki í þessa dagana og það er Flokkur fólksins. Sko, það er ekki meiri hluti fyrir tvisvar í gegnum þetta. Já, og það var erfið umræða og þess vegna langar það ekkit aftur endilega í það. Nei. Og hérna hins vegar gætu þeir lent í þeirri stöðu ef að segjum að jáverði ofan á hérna á laugardaginn og það verið síðan farið í samningaviðræður sem að endi með því að við náum ásættanlegu samningi og göngum hann inn, þá eru norðmenn komnir í mjög erfiða stöðu. Já. Einir þarna með Liechtenstein og hérna. Ég meina það er kannski mótsögn í að segja að þeir beri þungan af þessu og svo að þeir verði í erfið stöðu ef við förum út úr því. Ég held að sko þetta er menn svolítið sko fyrir Evrópusambandssinnar það er til í báðu löndunum, Noregi og Íslandi sannarlega og þeir eru svolítið að reyna að hengja þetta saman. Norðmenn eru pínlítið að fara inn núna og Íslendingar eru pínlítið að fara inn núna. Þannig að við verum bara einhvern veginn að hanga með á lestinni og við verum að teika þennan vakt þegar hann býðst og annars bara missum við á lestinni og verðum bara einhvern veginn algjör út nári heimsins sko. Ég er ekki einn með það bara að segja já til að sjá. Þegar ég vil ekki sko einhverjir matriði fyrir mig hérna hvernig samningur gæti orðið. Ég vil bara sjá hann. Ég vil ekki taka dómgreind einhvers annars síðasta þjóðin sem gekk hann inn er Króatía og það eru mörg 2013 einnig rétt. Samningurinn er hægt að fara á netti og skoðan sem að var lagður fram. Það er náttúrulega gríðalegt plagg og þá höfum við bara einhverjum mörg hundruð eða 1000 blaðsíður til þess að rífast hvað í felst þegar það er að kemur. Sko, ég held að samfæringi sko, ef maður segja, já, þetta er ekki ákvörðun núna, við erum bara, þetta, eins og ég sagði, þetta velheppnaða slagur já til að sjá, það einhvern veginn frestar þessari ákvörðun, af því að þá fáum við einhvern veginn meira upp á borðið og ég hef nú verið svona að reyna að benda á þessa skoðun mína og fleiri, að við höfum ákvörðuna,
mikla forsendur til þess að skilja út af hvað Ísland gengur, út af hvað Evrópusambandi gengur og hvernig það samstarf yrði. Svo segja verða það sé hægt að fá þennan samning sem síðan mun birtast og þá geta menn rifist hvað í honum felst, sem verður ábyggilega gert. Þannig að sko, ég sé ekki að það verður neinn sérstök breyting þar á, og eins og ég var að lýsa þessu ferli á þann, að við erum svolítið föst í þessu og þá kem ég aftur inn á þessi vombriði sem ég var að lýsa hér yfir á þann, að við erum búin að missa bara ár úr hagstjórninni með því að vera sko miklu verið staðvarandi í verðbólgu og stýrivexti heldur við vorum fyrir ári síðan, og nú erum við einhvern veginn föst í einhverju sko ómöguleika vera að binda þjóðfélagi til þess að standi því að ræða og þrátta þennan tiltekna hlut sem ég tel að við höfum mjög mikla, ef við lesum okkur til og fylgjumst með, mjög mikla forsendur til að segja hvernig verður að mínum dæmi, og þá vitna ég aftur í ágæta grein Sigríðar Þorgeirsdóttur í Morgunblaðinu í dag. En við bara sjáum ekki fram í tíman, kannski sem betur fer. En við þurfum... Við erum alltaf að taka ákvarðanir sem byggja á upplýsingur sem liggja fyrir. Við kaupum okkur hús, við kaupum okkur bíl, við ráðum okkur í vinnu. Við vitum aldrei hvernig framtíðin verður. Og hérna við þurfum... Sem er fyrirgeðu nafni, ég grýp fram við. Þessi er góður punktur. Vegna þess að við erum að ákveða að samtvinna framtíð okkar með Evrópusambandinu ef við ætlum að fara inn í stofnanlega. Við getum átt frábær samskipti við Evrópu og öll lönd og verið í miklum sem við eigum að gera bara eins og við öll önnur lönd, en við erum ákveða samtvinna framtíð okkar með því að ganga inn í þetta er svona nánast eins og hjónabandsgerningur. Jú, en við gangum þá bara inn í það með opin augu og höfum ákveðið það. Og hjónaband sem ekki er hægt að skilja. Skellir ekki hurðum. Það er hægt að skilja, en það kostar náttúrulega. Ég held að sko eftir Brexit var búið svo hnútalega að það reynir það engin. Sko, það voru sterkar hreyfingar bæði í Frakklandi og Þýskalandi sem töluðu fyrir því og þær eru bara búin að breyta talsmáttavarðandi það, bæði þjóðfylkingin í Frakklandi og Þú talar að það verði hérna bara að við séum að rífast þetta og þjóðin sé klofin, en ég held til dæmis að ef að neyið verður ofan á núna á laugardaginn, þá þýðir það ekki að málinu sé lokið. Það er nefnilega engin niðurstaða að fá nei. Af því þá höfum við ekki fengið svar við spurningunum. Mér varst þess að forsætisráðherra segði það, þá er bara málinu lokið. Þú getur rósamóla. Ég er ekki sammála því. Vegna þess að nei þýðir það einfaldlega að þessi umræða heldur áfram. Hún kannski, að sljákar í henni kannski í eitthvað má tíma, en hún heldur áfram að malla í samfélaginu. Vegna þess að nei þýðir það að við höfum ekki fengið svör við spurningunum. Hvernig gæti hugsanlegu samningu litið út? Svo er, þetta með að horfa til framtíðar, það er ýmislegt sem við getum svona séð og spáð Spurningin er svo hvort við tökum mark á þeim spádómum. Nú er ég að tala til dæmis umhverfismálin. Við til dæmis, við vitum ekki hvernig þróunin verður í Bandaríkjunum. Hvernig pólitíska, því að ef eitthvað þessi varaforseti Bandaríkjanna, hann er nú ekki mikið skárið heldur en Trump. Hann er líka í eilífum slagsmálum við fjölmiðla menn með svona skömmum og látum. En það er þín kosninga þar í haust. Já, en fyrir mér líka fyrir mig skipta ég velti mjög mikið fyrir mér öryggisþættinum og þetta með það náttúrulega hvernig Bandaríkjamenn Bandaríkjastjórn hefur hagað sér og þar er bara ekki neinum að treysta og ég vil bara sjá okkur fjarlægjast Bandaríkin. Ég veit að það er fyrir sumum er það mjög heilagt hjónaband. En mín skoðun er svo að við þurfum að fjarlægja okkur Bandaríkjunum og öllu því og brandbolti. Viltu segja upp varnarsamningnum við þá? Ég veit það ekki. En þú veit ekki vilja þessi að efla aðstöðu sína hér á landi? Nei, mér líst, ég bara hata þetta bölvaða hernaðarbrölt og hernaðar hyggju sem er alls ráðandi. Við þurfum að stíga skrefi varlega. Við þurfum að vega og meta aðstæður. Og
en ég er nú meðal hans að hugsa náttúrulega þessi Grænlandsmál, sko, sem er náttúrulega alveg ótrúleg. Við meðum ekki gleyma því heldur að Bandaríkjamenn er ekki hér til að verja Íslandinga Nei, bara að verja sjálfur. Þeir eru fyrst og fremst að hugsa sjálfa sig. Þeirra öryggis Þeir sem tala að við meðum ekki móðga Bandaríkjamenn með því að fara í þess að viðræða hugsanlega við Evrópusambandið. Maður bara botnar ekki í svoleiðis málflutningi vegna þess að er ekki bara langflest lönd Evrópusambandsins í NATO líka. En vitið eitt, við erum búin að tala saman hér upp í 60 mínútur. Já. Það er svona gaman. Já, við getum haldið áfram hægt í góðu félagskap. En við verðum að hleypa öðrum að, sko. Herri, ég þakka ykkur kærlega fyrir. Sigurður Þór Salvarsson, Sigurður Már Jónsson og Kristín Ásgeirsdóttir. Og hér eftir kemur eitthvað allt annað sem ég veit ekkert hvað er. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is